Komið sæl, það var mikið þrumuveður sem gekk yfir hér landið hér á suðvesturhorninu, seinnipartinn. Það var nokkuð öflug skúraklakki sem kom inn upp úr tvöleytið inn á Reykjanesið og við sjáum hér eldingarna sem mældust og voru vel yfir 400 mælingar sem komu úr þessu og núna seinnipartinn fór þetta kerfi svona inn á Suðurlandið og víða þrumuveður þar svona seint í dag en það von á því að þetta svona degi út núna og upp úr 6-leytið. En við sjáum hér stöðuna, það er svolítið sérstakt að fá svona þrumuveður af hafi á sumri til og sérstaklega þegar það er svona súldarloft við yfirborðið en loftið sem kemur hér með þessu kerfi hér, hæðinni hér, suðaustur á landinu og svo lægðadræg hér á Grænlandshafi dælir til okkur mjög hlýju og röku lofti og svona fyrir ofan 1500 metra hæð var loftið mjög óstöðugt og rakt. Þannig að það var nóg til þess að framkalla þessa þennan skúraklakka sem og svona þyrpingum að segja sem kom yfir. En það verður áfram hvasst og sjáum staðan breytist ekki mikið, það verður má alveg reikna með hvössum suðvestan vindi, sérstaklega norðvestan til, sjáum maður mjög hlýtt loft líka sem kemur með þessu og það verður mjög hlýtt fyrir austan á morgun og líkun að gera ráð fyrir að gæti farið yfir 25 gráður þar inn á héraði á morgun seinnipartinn og það svona ef á setja líkur á það þá það svona 50% líkur eða rétt rúmlega. En við sjáum að það eru gular viðvaranir í gildi hér á Breiðafjörð og Vestfjörðum og Norðurlandi vestra og þær verða viðlóðandi fram á sunnudag. Það lægir það svona tekur það langa tíma að lægja. Komnar næstu 20 gráður á Ilstöðum strax í fyrramálið og þungbúið áfram hér suðvestan og vestanlands og máli reikna með að verði svona smá súld eða þokusúld viðlóðandi þar en afgerandi bjart hér á norður- og austurlandi og fínasta veður en aftur á móti nokkuð byljótt hér í suðvestanáttinni við fjöll á norðvesturlandi og einnig við Breiðafjörð og Vestfjörðum. Sjáum að það kemur svo bakki nær Vestfjörðum þarna á annað kvöld með rigningu og svo á sunnudaginn hann komið meira inn á land og þyknar aðeins meira upp á norðvesturlandi með dálitla rigningu eða súld en áfram nokkuð bjart hér fyrir austan og mjög hlýtt en líklegast verður nú morgundagurinn, laugardagurinn aðeins hlýrri en við sjáum svona við verðum svona aðalega í svona smá súld og rigningu og hiti samt yfir 10 gráðum yfirleitt. Á mánudaginn þá svona verður þrýstingur vaxandi og svona hæðarhryggur sem kemur yfir, hæglætisveður, hægbreytileg átt og svona skýjað og úrkomulítið, kannski stöku skúr í þessu. Svo sjáum við hérna hæðina koma yfir og rosalega fínt veður má segja, birtir heldur til kannski á þriðjudaginn þar sem að skýjahulan gæti svona þynnst eitthvað en við sjáum að það eru svona kannski stöku skúrir svona inn til landsins en við sjáum að ekkert af þessu og útlit fyrir að verði mjög góð vika í næstu viku í hæðarlofti. En við sjáum að það er lægð hér norðan til í Skandinavíu og í Finnlandi með leiðinda veður þar en hæð hér sem að teygir sig yfir yfir Bretlandseyjar og yfir norðvestanverðri Evrópu skúrir hér eitthvað við Alpana og svo syðst á Ítalíu en annars hitabylgja og Íberíuskaga sjáum hér í Norður-Ameríku að þar er hæð ríkjandi hér í norðausturhlutanum og fínasta veður þar en það eru víða svona skúradembur hér í suðausturríkjunum og síðan er kerfi hér að fara yfir vatni miklu með miklum dembum og vantilega þrumu veðri. Annars svona stöku skúrir og víða dreif svona þeirra vestadregur og tiltölulega meinlaust veður. En það er sem sagt hitabylgja fyrir austan á morgun, mjög hlýtt, það er byljótt og hvasst norðvestan til og þarf að vara sig á vindinu þar, annars verður svona almennt þungbúið hér vestanlands með súld en létt yfir hér fyrir austan. Verið sæl.